Kristín Rán Júlíusdóttir er 17 ára menntaskólanemi. Hver hefði trúað því að þessi fallega og sjálfsörugga stúlka hefði orðið fyrir einelti allt frá því að hún var lítil telpa og fram á unglingsár vegna líkamlegrar fötlunar sinnar. Þegar Kristín Rán var fóstur í móðurkviði, fékk hún heilablæðingu sem olli því að hún fæddist spastísk vinstra megin. Hún á til dæmis erfitt með að grípa bolta og leiða aðra með vinstri hendinni eins og krakkar þurfa oft að gera í skólanum. Hún skrifar hratt og örugglega á tölvuna með heilbrigðu hendinni sem lýsir vel þeim styrk sem hún býr yfir sem manneskja, en eineltið reyndist henni hins vegar afar þungbært. Þeir bara gerðu grín að því að ég væri fötluð sem ég búin að vera frá því ég fæddist. Hún alltaf tók á. Svona með handarhreyfingar og svona sem eitthvað einhvert fötli í svona. Þannig að já, maður svona grátandi oft heim. Já, þið leiðir oft illa? Já, frekar. Af því að ég held að ég sé bara nýfann að sætta mig við þessa fötlun og það er náttúrulega ennþá erfiðara þegar ég var yngri. Hún er aldrei að eignast svona einhverja bestu vinkonu eins og svona gerist að gengur yfirleitt þegar allt gengur eins og það á að ganga. Og henni er svona, já, hún verður undir dálítið, þurfti að berjast virkilega fyrir sínum tilverurétti í skólan. Og tímabili komið svo stað að hún skipti skóla, hún óskaði sjálf eftir því. Já, henni leið bara ekki vel. Hún átti alveg fína daginn á milli en svona yfir höfuð þá leið henni bara illa. Hún var döpur og bara leið illa í sálinni. Og hún svona gat heldur ekki gert allt það sem henni jafnaldrar geta. Og svona eðlilegt þykir að geta sökum sinna fötlunar. Hún var ekki í íþróttum en var hefur sína sterku hliðar, bara aðrar. Hún er flott söngkona og auðvelt með að koma fram og tala og flott leikkona. Og þá áttu margir mjög erfitt með að höndla það að hún væri yfir höfuð góð í einhverju. Og þá fekk hún bara að heyra það. Þannig að einelti brýst út í mörgum myndum. Á gamlársdaga árið 2006 tók steinin úr að mati foreldra Kristínar Ránar. Hún fær ljót skilaboð á bloggsíðunni sinna. Og ég ætla nú ekki að hafa þau eftir hér, en ljót voru þau og það ljóta við ákváðum að grípa strax inn í við pabbinar. Og við þrömmuðum hér hús úr húsi til allra bekkja systra hennar, töluðum þar við foreldra þeirra og sýnduðum útprentun á því sem hún hefði fengið inn á bloggið sitt. Og okkur var allstaðar rosalega vel tekið, en það góður hópur og við þekktumst og svona. Og við fengum allstaðar að fara í alla tölvur til að athuga hvort að við getum séð IP-töluna sem liggur á baki þessari sendingu. En við gátum það því miður ekki. Ekki þessari tilraun. En létum jafnframt vita því að ef við kæmist ekki að þessu svona, þá myndum við kæra mál til lögreglu. Sem að við og hefðum gert ef sökutólkurinn hefði ekki gefið sér fram. Ég var með mjög lítið sjálfstraust á þessum tíma og það náttúrulega fór minnkandi þannig eftir þetta. En já, maður verður bara mjög lítill inn í sér eftir að fá svona. Þannig að það væri bara fínt ef fólk myndi, hætta þessu bara einfaldlega. Og ég held líka að þetta brjóti bara gerandan líka. Því að það var ekkert gaman að lifa með að hafa sært einhverja manneskju á þennan hátt. Rafrænt einelti er vandamál sem fer stöðugt vaxandi hér á landi samkvæmt nýjustu rannsóknum. Fyrirbærið er líka vel þekkt erlendis og kallast cyberbullying á ensku. Ég held að aðalatriði sé að fylgjast vel með og hlusta á börnin sín og hvetja þau til að segja frá ef það er eitthvað sem er að plaga. Kristrún hefur alltaf átt gott með að ræða við okkur foreldrana, segja okkur frá ef eitthvað er að og við höfum kannski líka sökum hennar fötlunar, fylgst mjög vel með því sem hún er að gera. Og ég held að í þessu tilfelli hafi það líka skipt miklu máli. Hún kom bara og sýndi okkur þetta, sá okkur strax frá þessu. Þannig að við gátum farið í málið. Fjölmargar tegundir rafræns eineltis hafa verið skilgreindar, en algengasta eineltið eru meiðandi ummæli sem send eru með SMS-skilaboðum á MSN og bloggsíðum. Auðvelt er að stofna bloggsíðu eða netfangi í nafni annara og virðist sem ekkert eftirlit sé með því hvort réttar persónuupplýsingar séu gefnar upp.
þú getur verið að fá til dæmis tölvupóst frá einhverjum einstaklingi sem er bara verið að ráðast á þína sjálfsmynd, það verið að búa til þig sögur. Þú getur fengið stöðu og SMS sem dreift síðan á alla og það ofsalega einfalt til dæmis með tölvupóst að dreifa á alla sem í netfangaskráni hjá þér. Nú, það eru bloggsíður sem þau nota, þar eru þau með svona kosningalinka, svona kjósa alls konar atriði eins og hver feitastur og hver er leiðilegastur og allt þetta og þó að þetta virki kannski fyrir suma ósarlega litli hlutir þá þetta bara heilmikið mál fyrir barn að vera kosin sem eitthvað svona leiðilegt í skólanum. Sá sem er að leggja einhvern í rafrænt einelti, hann sér aldrei viðbrögð fórnarlambsins. Þannig að meðan að sumir fá samviskubit þegar þeir eru búin að lemja einhvern eða eitthvað svoleiðis að þá gerist það sjaldnast í þessu. Þú ert bara heima hjá þér, svo ferður að borða eða eitthvað þegar þú ert búin að kannski gjörsamlega eyðileggja líf einhvers í gegnum tölvuna. Það sem að kom í ljós í okkar rannsókn var það að stúlkur væru líklegri og oftast væri þetta svona félagslega sterkar stelpur. Þetta eru svona, þær sem eru svona, við tölum eftir leiðtoga, þetta eru þessar stelpur sem að jafnvel gera ekkert sjálfar, heldur fá einhverja aðra til þess að gera hlutina fyrir sig. En þetta eru líka strákar í þessu, en það kom bara svo sterkt í ljós í okkar rannsókn að stelpurna væru líklegri, þannig að við skoðuðum frekar hver þeirra einkenni væri. Það eru oftast í hóp líka og það eru kannski 3 saman heima hjá einni og að tala við þolandann og það reyna að fá hana til að segja eitthvað ljótt einhverja í hópnum og hún hefur kannski ekki hugmynd að þær eru allar þarna. Og svo bara eins og hefur verið að koma í ljós að það eru bara auknar líkamsárásir í kjölfar þessara atburða. Nýlega var 15 ára stúlka fyrir hrottalegri líkamsárás í Heiðmörk. Upphaf þess máls má einmitt rekja til deilna vegna orða sem féllu í MSN netspjalli og í framhaldi af því skipulögðu nokkrar unglingsstúlkur árásina undir því yfirskyni að þær vildu sættast. Og læknarnir sögðu það þegar hún kom á spítala að það hefði ekki þurft meira en kannski 1 högg á réttum stað til þess að þetta hefði farið miklu verr. Það hefði örkumlast eða bara dáið. Ég vil bara ekki trúa því að krakkar leggji upp með það að eyðileggja líf einhvers. Getur enda með sjálfsvígi. Það er náttúrulega skelfilegt til þess að hugsa og það hefur gerst hér. Það er einmitt þetta sem óttast mest, að börn og unglingar telji sér enga færa leið út úr þeirri stöðu sem upp er komin nema að taka líf sitt.